Góðan dag og velkomin í Gunnhan Brassas. Hingað er komin til mín góður gestur. Berglind Ósk Finnsdóttir. Dóttir þín. Dóttir mín. Við spjöllum við saman hérna í þessum þætti fyrir nokkrum árum síðan. Þá varst í Listaháskólanum, hvað ætlaði þetta séu, 4-5 ár síðan? 3-4. Ég held 2001. Voru. Já, 5 ár síðan, ég er ekki búin að, ég er búin að vera með þessa rási í 3 ár. Þetta var fyrsta viðtal sem þú tókst. Já, jú, þetta var nefnilega fyrsta viðtalið mitt. Já. Og hérna, já. Þannig að mér datt í hug að fá þig bara aftur og taka stöðun á þér núna. Já. Vita svona hvað þú hefur verið að gera og eitthvað slis. Já, eftir útskrift og Já, þú útskrifast 21 úr fatahönnun í Listaháskólanum. Já. Og hvað ertu búin að vera að gera síðan þá? Já, sko, út frá, bara beint eftir útskrift, þá hafði ég fengið hérna fyrir áður en útskrifast, fékk ég sem sagt að vita að ég fékk styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna með Sól Hansdóttir, að taka sérst lokaverkefnið mitt lengra, eða svona pælinguna sko í að endurvinna efni. Þannig að við fórum saman í það að pæla í hvernig við getum endurnýtt efni áfram. Já. Nema annað, þú veist, ég var að vinna með satín og við póliester í lokalínu minni. Og ég held ég hafi nefnilega verið að tala um það þegar það var sko og sýnt frá því. Já. Ég minnir það. Já. En svo en út frá því, og það hefur nú verið samt í þáttunum. Já. Af því þú komst þarna á Hönnunarmars-sýningu. Já. Og tókst viðtal við Sól. Já, akkurat. Ég leti tala við Sól en ekki mig. Já, og þá sáum við sem sagt afraksturinn af þessari sumarvinnu. Já, en þá tókum við út frá Flokk til dropp verkefninu, fórum við í hvaða textíll væri mest henta af heimilum. Eða svona í þyngd sko. Það er bómull, heimilistextíls bómull. Og sem sagt handklæði, lög, viskustykki, töstur og svona, já. Þannig að við ákváðum að taka fyrir viskustykki í þeim, bara svona upp á að því okkur finnst munstrin er oft svo skemmtileg. Já. Og svona ólík og já. Og ákváðum líka að vera með tauplegur undir, þannig að við tæfðum saman viskustykki og tauplegur og út frá því. Já, og vorum líka með nælon sokkabuxur bara því að þær eiga oft mjög lítinn líftíma. Já, akkurat. Og voru náttúrulega ekki stór partur af tonninu í Flokk til dropp, en við svona tókum svona okkar teika á þetta með að þær væri fljótar að koma og fara. Samkvæmt reynslu. Og líka póliester var líka stór partur, þannig að við ákváðum að taka fyrir þar íþróttatreyjur og vera bara með íþróttatreyjur sem náttúrulega er bara, það er svo mikil velta af íþróttatreyjum, sérstaklega á krökkum. Náttúrulega, þú veist, þau vaksa upp úr treyjum bara á núleitni og eru kannski íþróttum og eitthvað. Þannig að já, við ákváðum að taka það, þar eru svo skemmtilegi litir. Já, með viskustykkjunum þá varst að þæfa þar saman með tauplegum og það varð að einhverju og sokkabuxurnar að þá klipptu þær niður og ófuð. Já, við afprjónuðum þær, gerðum spunnum garn og prjónuðum þær. Já. En svo voru það treyjurnar sem við ófum í teppi. Já. Svona stóra pröfu í rauninni. Já. Og það var niðurstaðan af þessu fyrsta verkefni voru 3 svona stóra pröfur af þessum efnum. Það er að það var eins var þæfð, bómull, ofinn póliester og svo prjónaðar sokkabuxur. Og svo fengum við áframhaldandi styrk frá Hönnunarmars
og til að prófa að hérna að framlega línu, svona litla línu og þá tókum við fyrir bómullin og gerðum svona viskarstykkja tauplegina línu. Og það var á hennar, og þetta bæði var að sýnast á hennar Mars. Ég ætla að setja hérna inn hvaða þátturinn sem að þar sem ég fór í heimsókn. Og sýndi frá þessari sýningu. Því að það er svona öðruvísi að tala bara þetta og það er miklu skemmtilega að sjá líka. Þannig að það er búið að útskýra þetta og svona að sjá hvað hefur verið í gangi. Ég held að næsta verkefni hafa svo verið að Sól fékk sem sagt við vorum alltaf að vinna þarna saman á þessum tíma. En hún fékk sem sagt það gig, bara svona verkefni, stórt verkefni að hanna búninga fyrir Reykjavíkudætur fyrir söngvakeppnina. Og ég var með í því að framkvæma pælingarnar og svona vera með í, bara ferlinu og allir. Og það var bara mjög gaman og það var svona mikil mistök að kjósa þær ekki áfram. Það var svona, þegar maður svona endurnýting líka og svoleiðis, það ekki? Jú, hún allavega talaði upprunalega við mig þú veist, eitthvað svona að það hefði verið pælingin og hún vildi svona svolítið fá mig kannski inn í líka með mitt svona, mínar sína það, En þú veist, jú, það var pælingin og svona mestu megni allavega var það var svona skemmtilegt hvað þetta var svo ólíkir, eða þú veist, þetta var svo búningarnir, þú veist, hver svona hafði sitt Sól var alveg með, sko, hún tók alveg viðtöl við þær og bjóð til svona eiginlega bara karaktera fyrir hverju eina og þú veist, hver og einn var litur í rauninni eða svona eitthvað og það var mjög skemmtilegt, sko, mjög gaman og áhugavert að taka þátt í söngvakeppninni eða þú veist, vera svona bakvið. Ég var svo viss að það myndi fara áfram, sko. Jæja, við hefum getað að fara til Ítalíu. Þetta er svona, maður veit aldrei. Þetta er gaman. En svo fórstu að prjóna? Svo fór ég aldeilis að prjóna. Ég fekk bara eitthvað, þarna var ég búin að vera svo eitthvað statt og stöðugt bara í textilum, taka niður og hitt og þetta. Og bara svona að gera svo mikið. Þetta var, ég þurfti smá pásu bara, held ég. Og ég tók alveg þarna einhverja mánaða pásu kannski, þar sem ég bara ég ætla nú ekki að segja að gerði ekki neitt. En þú veist, ég var allavega í smá pásu. Þú kúplaði svona út úr þessu sem þú varst búin að vera að gera og svona. Fór að prjóna, ég byrjaði að prjóna peysur. Og var að selja þær. Það gekk bara ágætlega. Eða þú veist, þær eru búnar núna. 3 mánuðum seinna. Nei, en þær fóru nú alveg. Komstu með peysum? Já, ég meina peysu. Sem að ég gerði nú samt bara á mig. Mætti alveg nota hana meira. Ég segi ekki hana. En ég gerði þessa peysu. Þannig ég gerði að því að þetta er eiginlega bara peysa sem ég myndi, þú veist, þetta snið er rosa mikið ég. Svona þægilegt að geta hent, þetta er svona eiginlega ermar en samt ekki. Svona lokaðar ermar. Eða svona þetta er náttúrulega bara svo stutt, þetta er svona cropped. En mér finnst næs að vera í, þú veist, kannski kjól og svo í peysu yfir. Bara svona fyrir smá flip. Og hérna ertu að leika með bara alls konar gagn og liti. Og þessi er reyndar alveg svona í þykkari kantinum, sko. Sem ég fyndi að því ég er mjög heitveng. Að ég hef gert þetta fyrir mig. En þær voru flestallar þynnri, sko. Og einmitt bara til þess að... Það voru svolítið mikið bara úr kannski móhergarni og þú veist hægt að sjá í gegn og svona, sko. Þurfti alveg að gera bara aðra að handa mér. Sem er svona. Allavega. En og ég er að byrja að prjóna fleiri peysur. Í svona svipari... Bara sama pælingir minni. Og þessar svona stuttar. Svipaðar allavega. En ég að því ég fæ alveg svona stundum spurningu með hvort ég eigi peysur. Og ég er bara ekki búin að eiga það síðan
Ég hitti fyrir það. Það hefur bara eiginlega ekkert verið að gera nema reynda náttúrulega, þú veist, ef fólk biður mig þú veist, eitthvað svona sérprönd, en það hef ég náttúrulega gert það. Það hefur gert það. En ég eitthvað neginn... En þú ætti ekkert lager eða eitthvað svona? Nei. Þannig ég er að spája að gera það. En svo hérna náttúrulega, sko, svo skemmtilegt þú veist, spottarnir svona sem að koma út. Já. Þetta eru bæði þá... Ég verður svolítið fútt. Gamli spottar, segir maður það? Eða þú veist, nei, sem sagt, leggur þú þráð með og lætur dingla, eða er þetta bara að því, ok, nú er ég búin með þennan spotta, þá... Það er aðalega þannig í peysunum. Já, í litaskiptunum, að það lætur hann bara, leifur hann að... Í rauninni. Og ég veit ekki, sko, þegar ég byrjaði að prjóna svona, þú veist, þá var pælingin ekki þannig, eða þú veist, þá var ég með bara tilbúna, þú veist, klipta spotta og það. En mér fannst það einhvern veginn ekki make a sense á peysu, fannst mér. Þannig að ég svona byrjaði að gera bara, þú veist, jú, þetta er allt bara þegar það er verið að skipta. Já. Kannski eitthvað svona einn auka, eða þú veist, ef þráðurinn slitnar, eða garni er, þú veist, 2 hnyklar, en ég veit samt halda áfram sama lit, þá alltaf koma spottar, en já, en ég er með, þú veist, fyrir eins og til dæmis töskurnar, þá er þetta viljandi spottar, litlir, eða svona. En mér finnst það einhvern veginn, þú veist, ef ég myndi gera peysu eins og ég gerði töskur, þá væri þetta svo mikið eitthvað sem er náttúrulega bara annað væp. En svo gerður líka vesti. Ég fekk vesti frá þér. Já, ég gerði það fyrst. En það var, hvort ég talaði það í síðasta ekki. Já. En ég var allavega búin að gera það. Já, ok. Já. En já, ég byrjaði á vestunum, sko. Já, og svo fór það yfir í peysunar og svona. Já. Og þetta er svona, þú veist, svo er rauð peysa, svo er bleik peysa, þú veist, þetta er svona, eða margrét peysa eða hvað sem er, sko. Það sem hugurinn býður. Já. Og garðlagarinn. Og garðlagarinn. Og í hvað stuði er það bara, fyrir mikið eftir því, sko. Talandi garnið. Já. Þú náttúrulega, ert að viða að þér og ferð mikið í, Rauða krossbúðirnar og Góða hirðin og þetta og ert að kaupa þar garn og fær svo gefins líka. Já. Já, mér finnst svo gaman að fá gefins garn. Já. Ekki bara, eða þú veist, ekki bara því það er gefins. Nei. En það er svo alls konar, fattar þið mig? Eins og það var ein sem að, kom með handa mér daginn og hún hafði sérst fengið eitthvað gefins og hún bara sá ekki fram á að nota þetta. Þannig að hún hugsaði til mín og kom með pokann handa mér og þetta var svo mikið. Það var bara svona alls konar, það var útsenskat, þú veist, það var lopi, það var eitthvað flip, eða þú veist, inni, þú veist, allt svona bara svona litlir. Svona litlir hnyklar bara. Af eitthvað svona skemmtilega. Mér finnst það svo gaman. Já. Það er svo gaman að fá eitthvað svona, eitthvað algjöra enda. Já. Sem að kannski nýtast samt í, þú veist, þegar margir endar koma saman. Algjörlega. Já. Og mér finnst það mjög gaman. Já. Það er svona síðasta sem ég fekk svona fyrir utan þegar þú gafst mér daginn. Já. Ég náttúrulega hef verið svona að, láta þið hafa. Já, þegar ég svona verið að taka til og já, heyrðu, Berglind getur fengið þetta og þetta. Það var alltaf æðislegt. Já. Eins og þegar ég gaf þér allt móhergarnir, þess vegna kannski líka fórstu svolítið út í... Já, ég held það. Eins og að gera vestunum svona því að þá kom ég bara með fullan póka móhergarnir sem ég hafði geymt í einhver ár. Og í einhverju tildekta stuði þá sagði ég, heyrðu Berglind, ég ætla ekki að gera úr þessu, vilt þú? Og þá varst þú að prjóna vestinn og þetta, sko. En nú er ég hætt að gera þér móher. Nú ætla ég að bara gera sjálf úr þessu eitthvað. Eða svona. Ef við sjáum til. Já. Já. Mér finnst líka svo gaman, sko, að því þú ert með alls konar garn. Þú veist, hérna ertu með léttlópa og plötulópa og móher og þú veist, bómulagarn og bara, hvað viltu? Eða hvað áttu? Já.
Já, ég hef nefnilega... Og pelsgarn og svona, sko. Einmitt. Ég hef mitt, þú veist, ég hef nefnilega tekið, alls konar tímabil. Já. Og á tímabili fannst mér eins og, þú veist, og ég er alveg sammálaði, að ef þú ert að búa til nýja flík, að vera með hana 100% í einhverju efni. Já. Og þá var ég aðalega að hugsa sko, þú veist, ef að þú ert að búa til, og þá er ég líka að hugsa í stærri skalanum þegar að stórfyrirtæki að búa til gallabuxur, að, þú veist, ég veit að það getur verið gott að vera með smá teygi eða eitthvað, en vertu með það 100%, eða þú veist, ef þú getur það. Þú ert að tala sko ekki verið að setja gerðiefni, 2% elastín eða eitthvað. Já. Þú veist, ef það er, já, og þú veist, kannski gallabuxur er ekki að, jú, ég stend með þessu, 100% gallabuxur, bómull, segi ég. Já. En þú veist, svo segjum að þetta er bólur, þetta er bara mjög basic bólur, bara hvítur t-shirt, og það er 70% bómull, 20% viskos, 5%, þú veist, eitthvað svona, og það er kannski 10, segjum 4 mismunandi típur af, þú veist, og þá er þetta líka af efni, og þá er þetta bæði náttúru, eða cellulósa og gervi. Já. Og mér finnst það bara svo tilgangslaust, af því að þá er erfitt, jafnvel ómögulegt að endurvinna það. Af því að allavega eins og síðast yfir sig, þá var það þannig að, þú veist, endurvinnslu, þú veist, þegar fólk, endurvinnslustöðvar eru að endurvinna efni, þá þarf það að vera 100% hvað sem það er. Já. Til þess að geta garanterað að, þú veist, af því þau eru að fara að selja þetta áfram, og þá vil ég náttúrulega selja garanterað 100% endurnýtt bómull. Þannig að þar strax er komið stopp á, það er allavega ekki hægt að endurnýta þetta svona. Nei. Þú veist, það er hægt að finna aðra leiðir, en þá þarf, þú veist, þá er það svolítið svona einstaklings með að hvernig það er gert. Akkurat. Ég man einhvern veginn, ég talaði um það hér í þessum þáttum, en ég man eftir, það er ekkert langt síðan, ég sá að þú varst að tala um gallabuxur og þetta að setja svona elastín, eða þú veist svona teygju þræði í þetta, að það voru buxur sem að hafðu legið í moldi eða eitthvað, ég bara manna það ekki, allavega, og þær voru sérst búnar, þú veist, öll bómull var farin, var einn bara og komin í umhverfið, en eftir voru þræðirnir, svona hvítir þræðir. Þú veist, ég man ekki hvað þetta átti að hafa verið lengi í jörðinni, en það var alveg sko 10 ára eða eitthvað sko. Og maður sá alveg bara, þú veist, og þetta var alveg bara stórmerkilegt að sjá þetta. Og þess vegna erum við líka svolítið mikið að tala um það, þú veist, að vera með náttúrulegu efnin. Já. Af því það er niðurbrotanlegt. Já. En eins og með þetta. Já. Af því þetta er ekki 100% neitt. Nei. Og ég geri oft sko miða, eða þú veist, ég geri miða með því sem ég sel. Já. Allavega oftast. Ég sirka út sem sagt hvað er í hverju. Já. Og þú veist, bara þannig að líka einstaklingur sem er að kaupa átti sig á, þú veist, já, þetta er svona allskonar eitthvað, þú veist, af því að það átti sig ekkert allir á og er kannski ekkert allir að pæla í því. Nei. En mér finnst það svona svolítið skemmtilegt að gefa einn miða með. Já, algjörlega. Og segja bara. Já, en þetta er sem sagt, þú veist, líka þannig prjónað að það er rosa auðvelt að rekja þetta upp. Já. Þannig að ef segjum að einhver tímann einhver vilji rekja upp bara og gera eitthvað annað, þá er það mjög auðvelt í rauninni. Og já, þannig að þú veist, upp á það að gera, þú veist, að því líka, þú veist, þetta er náttúrulega í minni hnyklum, en þetta er samt ekki eins og fjöldaframleidd peysa sem að er, þú veist, bara prjónað strangi, overlokkað eða eitthvað, og þá er þetta bara einn þráður. Þetta er allavega aðeins meira upp á það að gera, sko. Upp á að taka það í sundur, eða svo sett að rekja upp og endurnýta garnið eða... Þá er þetta svona aðeins heilari
bútar. Já. Ég er svona að hugsa svona aðeins út í það. Já, akkurat. Það er eins og ég er búin að sjá, það eru nokkrir úti sem að fara í svona þriftbúðir, eða svona, hvað segir maður, svona, eins og Rauðakrossbúðir eða svoleiðis. Og og er að velja, kaupa peysur til þess að rekja upp og prjóna. Og þá náttúrulega þarf að velja, peysur sem eru þá heilprjónaðar. Ekki eins og þú ert að segja, það er bara, strangin og svo klift út og svoleiðis, sko. Þannig að þú nennir ekkert að vera alltaf með fullt af hnútum og svona. Sérstaklega að þú ætlar að reyna að láta þetta líta út eins og eina heild. Já. Það væri annað kannski, það virkar alveg í hvernig ég prjóna. Já. It's fine. Já. En, ef þú ætlar að reyna að gera þetta almennilega. En já, ég hef heyrt svona bæði sagt við mig og út undan mér að svona kannski líka eldri konur og líka menn, eitthvað svona, já. Það er nú eftir að ganga frá endunum og ég eitthvað, já. Þetta á að vera svona, en ég skil þig. Já. En það er komið núna. Já. Nei, skilur að það eru fleiri farnar að gera svona. Og eða já. Það veit. Það þarf ekki að vera eitthvað. Maður sér þetta svona á og til. Já. Það er bara skilvægt. En þetta er ekki alveg nóg vel gengið frá hjá þér. Ég segi það. Já. Heyrðu, þú varst að gera þessar peysur og hvað svo? Svo varst að gera töskur. Já. Og þær eru nú búin að vera í smá þróun. Já. Fyrstu voru flottar, en þetta er alveg komið í eitthvað annað level núna, sko. Sem alltaf gerist alltaf, leið og ert að vinna, þá er bara... Og ég vil bara þakka þeim sem keyptu fyrstu töskurnar, gefa mér stuðning fyrir að halda áfram. En já, nú fór ég ekki niður í stúdíu allavega á mín eitt, en hérna er ein taska sem ég á, sem að, Þetta er svona hliðartaska. Já, hún er svona minni típa. Hún er size 2. Þannig að hún Hvað er 1, 2 og 3? Já. Já, þannig að hún er svona meira shoulder bag. Já. En það er alveg hægt að vera með hana crossbody. Já. En þá er hún meira svona svo pungur. Já. En svo hefur verið að gera eins og núna taskan sem ég er alltaf með. Þá var þess alveg, hún er reyndar, ég gerði hana aðeins síðari. Já. En það sem ég er að selja. Já. Og svo hefur hún líka tekst rosa mikið á hana. En þá er þetta svona hérna. Já. Ég er með hana hverjum degi. Já. Ég var að hugsa. Þykkt, sko, hérna. Já. Ég reyni alltaf að segja þeim sem kaupa að, af því að taskan kannski lítur ekki út fyrir að vera eitthvað svona geðvægt eitthvað löng og síð eins og þær, eins og vinkona er á eða eitthvað. Já. Að ég fengi það, sko, að heyra eitthvað svona, ég held að hún var síðari. Já. Ég eitthvað, hún mun síka. Já. Af því að það náttúrulega, þetta er prjón. Já. Og það tegist alveg bara á þessu. Og svo ertu komið þyngd í verkið. Ég er að segja það. Og það er einmitt, eins og til dæmis þetta dæmi var að, ein hafði keypt tösku og notaði hana bara all day, every day, bara alltaf. Já. Bara með allt dótið sitt í henni og eitthvað svona. Svo kaupir önnur vinkona og þá náttúrulega var hún, að muna alveg 10 cm örugglega á bara þegar hún kaupir versus þegar hún er byrjað að nota. Já. Og hún eitthvað, þín er miklu síðari. En hún alveg bara, nei, það mun tegast ári. Já, og hún sá svo það bara. Já, svo kom það bara að hérna. En já. En í þessu þá segir ég, sko, þetta er náttúrulega þjættarprjónað og hérna ertu með sléttprjón og brugðið og alls konar. Að þá ertu með fleiri en eitt þráð í gangi í einu. Já. Þetta er alveg þykkt, sko. Já, þetta er svona massíft, þannig að þú ert ekkert að setja puttaninn eitt í gegnum þetta. Nei. Sem maður alltaf myndi ekki þýða, en maður alltaf að nota þetta sem tösku. Einmitt. Og hér setur þú spotta til þess að fá svona meira flöpur í. Já, og það er svona kannski, það fer eftir náttúrulega, þetta er svolítið bara einstaklingsbundið við hverja tösku. Já. Hvernig ferlið er, eða
af því að ég oftast með kannski einn þráð, eða einn stóran hnykil sem að ég vill að sé bara basin. Af því það næs að vera með einn þykkan, þú veist, alltaf með og svo inn á milli, geti valið, þú veist, hvaða liti og eitthvað svona. Eins og hérna, þú veist, það sérðu alveg að það svona svolítið, það eiginlega sami grunnur alla leið nema hér, það greinlega kláraðist þessi hnykill. En já, þannig að það svona pælingin að vera með, reyna að vera með eins mikinn einn grunn, en svo ofan á það kemur meira. Og þetta engin uppskrift, þetta bara í hausnum. Þetta bara úr kollinum þínum. Eða þú veist, ég með uppskrift núna í hausnum, Og þú veist, og svo náttúrulega, þú veist, þú notar alltaf sömu gerða prjónum, sömu stærða prjónum, en svo náttúrulega bara fyrir eftir líka svolítið hvaða gagn þú ert að nota, getur kannski munað aðeins. Já, en samt sko samt því að... Nei, ekki það mikið allavega, því þú veist, ég reyni allavega að vera með, þú veist, alltaf sömu samt þykkt að, þú veist, ef að þykktin á gagninu er misjöfn, þú veist, þá er ég kannski með einn lítinn þráð með, eða svona þunnan þráð með eða þunn garn segir, með þessum þykka base, en þú veist, svo núna er ég til dæmis að prjóna, hvað kom með svona eitt sem er í vinnslu, til að sýna ykkur, sýna líka kittið sem ég er alltaf með. Af því að ég hélt ég hefði týnt þessum póka daginn. Ég var semst að taka til heima og setti pókan á mjög góðum stað. Þeir eru svo hættulegir, þessi góðu staðir. Ég var bara, ég hef týnt honum, ykkur staðar. En já, hér er sem sagt taska sem ég er að prjóna. Ég prjóna alltaf að þessa prjóna. Þetta er bara töskuprjónin. Ekki spyrja mig hvað stærð. I don't know. 5 eða eitthvað. Þetta er 5,5, 6. Og svo er þetta líka munurinn á, ég er ekki að pæla í þessu, þú veist. Nei. Þú bara ert alveg með það og ég sé, stór prjón, lítill prjón, þannig sé. Af því ég er náttúrulega aldrei að pæla í, finnst bara leiðilegt að gera uppskriftir. Eftir uppskriftum, segi ég. Og það er bara ég. Og mest æðislegt þegar fólk getur að skrifta megin. En já, þetta er þetta. Og svo fylgir alltaf með... Skemmtilegt, svona. Þannig þá er ég með skæri, fullt af þráðum. Heklunár. Það eru 2 hérna. Þessi er eiginlega komin í sigursætið. Yfir þessa, en ég er samt alltaf með það báðar. Þetta er stærð 3,5. Og þessi er nummer 6. En já, þannig ég er alltaf með Ég veit það því ég er eitthvað að hála. Og svo er hérna merkimiðin. Sem er mjög skemmtilegt að hvorir er töskunum mína sem ég er með. Ég er alveg með það, af því ég hef aldrei nett að setja í. En það er svona með þess að í öllum. Og þú hannar sérst undir nafninu Bosk. Berglind Ósk. Bosk á Instagram. Einmitt. Og þú ert svolítið dugleg að setja þar inn og svona, sko. Ég reyni það. Þannig að fylgjast með þér þar. Ég reyni það. En já, þannig að þetta er svona það sem ég er búin að vera að gera, það sem ég sel. En svo hef ég verið að gera þetta verkefni líka með, sem er mjög gaman. En mér finnst mjög gaman að prjóna og þetta er mjög svona róandi. Það er það. Og svona, en samt líka ef ég er eitthvað eins og ég var að horfa hérna á handboltaleik. Og ég var bara prjónandi yfir honum, sko. Það var bara æði. En já, þannig að þetta er svona næs verkefni sem ég er alltaf einhvern veginn með mér. Og grípur í, þú veist. Þú veist, ef það er einhver tími sem að, þú veist, ef ég er að fara að hitta vinkonur eða bara heima að horfa okkur á þætti eða eitthvað. En svo fer ég, þú veist,
niður í stúdíó og hef alveg verið að prjóna þar. En ég svona, mér langar svona smá að fjarlægja, mér langar að hafa þetta sem, þú veist, þegar ég er eitthvað annars þar. Já, einmitt. Og nýta tíman í stúdíóinu þá í annars konar vinnu. Annars konar vinnu. Já. Ég segi að þú ert með 4 þræði hérna. Já. Þetta er nefnilega, þessi er svolítið flókin. Ég er ekki með einn þykkan, eða sem sagt, þessi þykki þráður er hér, en hann var lítill. Já, það var ekki nógu stór hnykill. Nei, ekki upp á því töskunum. Hann kláraðist hérna bara. Já. En ég náði beisinum, eða hérna. Já. Og það er bara flott. Nú töskunum sjálfur og svo þarf það að nota annað í hérna. En ég á nóga þessum, sko. Já. Þannig að þetta verður svona græn og gulur beis. Það er alls konar skemmtilegt. Mér finnst það skemmtilegt. Ég er með eina í pöntun. Já. Jólagjöfin. Berglind, okkur á ég ekki svona tösku? Ég þarf stundum að heyra nokkur sinnum. Mér langar í tösku ef að fólk er að panta eða eitthvað. Já. Af því svo vill ég heldur ekki, sko, að ég hef oft fengið líka bara djamminu, eða eins mikið að djamma. En, þú veist, ef ég er kannski eitthvað staðar úti og er, þú veist, hérna, í eitthvað afmæli eða eitthvað, þá svona, mér langar svo í tösku, mér langar í svarta tösku og þá er ég eitthvað svona, ok, á ég að gera hana? Ertu tilbúin að kaupa hana? Eða, ertu bara að segja þetta? Þannig ég segi alltaf fólki bara að senda mér skilaboð. Algjörlega. Þannig að það sé ekki eitthvað svona... Í einhverju bríaríi, þannig, sko. Já, eitthvað svona misskilningur, eitthvað svona, ok. Þannig ég hef alveg fengið skilaboð og svo bara ekki, sem er bara flott, eða stallleg. Ég sagði við þig núna í sumar, ég þarf eina tösku. Já, og þá er það komið. Og þá er það komið og þú varst eitthvað búin að ákveða að líta og ég sagði þú bara ræður alveg og þú ert eitthvað búin að, og svo vorum við eitthvað að tala um þetta. Ég heyrðu þetta verður bara jólagjöfin. Góða mynd. Þannig að, já, ég hlakka bara til jólana. Já, þú mátt nú alveg fá hana fyrir ef þú vilt. Nei. Já, ok. Ég þarf að taka og pakka. Já, rétt. Ég get alveg pakkað þér eitthvað. Nei, á jólunum, sko. Ok, flott. Já. Já, ég segi, ég get bara pakkað henni inn þá. Já, aftur. Nei, ok, fyrir jólinn. Já. Flott. Já, það er komið tímapressa á þetta. Já. En já, þessi svolítið klikku í litunum, sko. Sem ég... Mér finnst það æðið. Já, mér finnst skemmtilegast. Já. Jú, það er náttúrulega skemmtilegt að mixa litum, sko. En núna ertu með, fyrirgeðu, að því ég sé að þú ert með hérna svona plöturlópa og ert líka með plöturlópa hérna. Þæfist hann ekki svo líka svona skemmtilega, þú veist, verður þetta ekki svolítið svona eins og dreddar, eða þú veist? Jú, bæði það eða sko stundum líka eins og ég gerði eina appelsínugulega sem að Rebecca vinkona mín keypti. Já. Og það var svona svolítið hvarfan líka, eða þú veist, af því að hann bara svona, hann er svo laus. Já. Þannig ég hef alveg verið eitthvað svona, en samt ekki þannig að hún sé eitthvað ber. Nei. Þú veist, af því þetta er svona í rauninni bara auka púff, sko. Já. En jú, þeir þæfast líka, sko. Þannig að þetta er í rauninni bara, Því svo, þá er þetta líka svona taska í mótum. Ég er að segja það. Já. Og með þess líka, sko, ég hef alveg hugsað það, þú veist, segjum eftir eitthvað tíma, þú veist, eftir einhver ár kannski af notkun, að það væri þá alveg hægt að koma með hana og fá fleiri þræði. Já, sniðugt. Ég hef alveg hugsað það, sko, ef að fólk hefur áhuga á því, að þá myndi ég ekki neita því. Nei, einmitt. Ég ætla heldur ekki að þvinga neitt, ég ekki það. Nei. En bara mjög góð hugmynd, sko. Já, að það er svona hægt að... Af því að partur af þessu er þetta hérna. Og þá er þetta rauninni eins og ný taska. Já, akkurat. Þannig að það er alveg spurning, sko. Já, sniðugt. Já. En hérna, þær heita ekkert. Taskurnar? Já. Nei, bara fluff bag. Já, af því að peysurnar og vestin og svona, að þú kallar það fluff. Já. Ég veit ekki, þetta kom svolítið svona út frá náttúrulega því, mér langaði bara að gera eitthvað annað. Já. Nei, ég held bara, ég hef ekki kallað þetta neitt, sko. Nei, einmitt. En ég held, þú veist, á einhverju tímabili sagði ég fluff bag. Já. Eða eitthvað svona. Já. Fluff taska. En ekkert eitthvað sem að, nei. Nei, þú kallaðir hitt, sko, fluff. Fluff, já.
Þetta er svo fluffy. Þetta er svo fluffy. Þannig að þegar þú ert að byrja á nýrri, að þá tínir þú svona til alls konar, þú veist, þá ert að spá í litasetteringunni og þú veist hvernig þú viljir hafa. Ég ætlaði upprunalega ekki að hafa græna með. Nei. Ertu að meina þá þennan eða þennan hérna? Bara allan græna. Já, ok. Og það er líka hérna smá sko. En svo fannst mér þetta bara eitthvað skemmtilegt. Já, algjörlega. Af því líka, ég held sko, af því að þú veist, þessi verður svo parturinn af næsta droppi. Já. Og droppi þá er að, þú veist, þá ertu búin að gera nokkrar töskur og ok, núna, núna eru það til sölu. Já. En sérst í því droppi þá er svolítið margar hvítar. Já, já. Hvítar með, þú veist, það er einu sem er hvít með smá rauðu, einu hvít með smá bláu, svo bara hvít. Já. Hvít og brún, eitthvað svona. Finnst ég gaman að vinna svona með alls konar liti, þú veist, og vera að pæla, þú veist, já, ég vildi hafa þetta svona og hvernig á næsta að vera á eitthvað. Það er bara alveg æði. Já. Líka af því að þetta er svo frjálst og eðast ekki það að ég var alveg fengið með pantanir eða og hérna hef búið upp að fólk með panta. Sem að er gaman, en það er samt líka smá stressandi. Já. Af því að fólk kannski sér fyrir sér einhverja típu og þá er þetta að hugsa að það verður ánægð með þetta af því þetta falli í þú veist, hún sagði kannski bleika tösku en meinar hún þennan bleikan dökkbleikan, ljósbleikan, pælbleikan þannig að maður er eitthvað svona já, ég skilði alveg að því mér hefur líka, þú veist, ef ég beður um að gera eitthvað og þá er maður alltaf að hugsa sko bara að þetta passi, að þetta sé við komum til líki við það sem maður er að gera. Þannig að það er svona næs en samt ekki næs. Af því þú veist, það er svona ekki það að þú veist, flesta pampanir hafa verið, þú veist, það hefur aldrei verið neitt þessu, sko. Nei. Það hefur enginn komið og sagt, nei, ég vil ekki þessa. Nei, það hefur enginn verið brjáluð. Nei. Það er brjáluður yfir útlitinu. En hérna, og eins vel og ég veit þá held ég að allir séu bara sattir sko, alltaf séu sattar. En hérna, en já, það er samt alltaf, og þú veist, það er kannski líka bara einmitt í hausnum hans að vera svona, þú veist, vil ég gera þetta bara vel og eftir þeirra höfði og, eða svona eftir kannski að standast undir væntingum. Svo hérna er ég, að því ég var að hugsa hérna vinkonu okkar sem er að prjóna sér peysu. Já. Og hún sagði við mig að því að hún ætlar að fá tösku hérna. Og úr afgangnum af peysunni, þú veist, hún keypti sér handlita garn og hérna, og hún er að flýta sér að prjóna peysuna svo hún geti látið þig fá afgangina garninu svo hún geti fengið tösku, þú veist, sem er fellega gaman að því. Hefur eitthvað gefið það út að fólk geti komið með eða, þú veist? Nei, reyndar ekki. Er þetta ekki svolítið, þú veist? Það var alveg pæling. Já. Það var alveg gaman, af því ég hef gert eina peysu úr afgangi frá einni og hérna, sem var mjög gaman, það var samt ekki fyrir hana, hún gaf mér afganginn og ég bjó til peysu og það var annar eigandi, Ester, það má vera einni, ég veit það ekki. Nei, en alltaf, það er annar eigandi og... En gaf hún henni þá þessa peysu eða eitthvað slúðist? Var það eitthvað... Nei, það þekkist ekkert. Nei, ok. Nei, mér fannst bara eitthvað fundið að búa til peysu bara frá... bara frá einni gjöf. Þú fjast eitthvað boka og svoleiðis. Já, og þetta voru alltaf svona litlir, já. Ég held að það sé svolítið sniðugt að þú fáir, þú veist, að fólk getur komið með, já. Og þá er mér kannski stíl við eitthvað sem að þú hefur prjónað þér sjálf. Já. Allt einu datt mér huga því ég voru að muna eftir að hún er á fullu að prjóna. Það má alveg gera það. Já. Það má. Bara senda mér skilaboð. En ég er aftur byrjað að sauma. Þú ert byrjað að sauma? Þú ert búin að vera í langri pásu frá því. Já, ég fekk eitthvað nóg. Já, var það ekki bara eftir Listaháskólann þegar var allt
En þú varst samt ekkert svo mikið að sauma í lokalínunni. Nei, í rauninni ekki. Nei. Ekki þannig, sko. En ég held bara einhvern veginn að því að það er svo auðvelt að prjóna hvað sem er. Já. Það er svo næs að þurfi ekki að vera föst á einum stað. Þannig sé ekki það er mjög næs að vera upp í stúdíói. En ég held líka bara einhvern veginn, það er ekki sama róf fyrir mér. Nei. Eða svona það er aðeins meira tens þegar ég er að sauma. Já. Og það þarf alltaf einhvern veginn passa og... Ég sé það að mér fyrr. Já, þannig ég er aftur byrjað að sauma. Já. Og hvað ertu að sauma? Ég gerði til dæmis 2 lúk fyrir Hönnunarmars núna. Já. Af því að ég var beðin að vera með í sýningu. Já. Hvað Young Talents of Fashion Design. Takk fyrir. Sem Hönnunarmars teymið var að sjá eða svona. Já. Og það var mjög gaman. Já. Og þá held ég að hafa fengið 2 mánuði eða eitthvað. Já. Fyrir fram frest. Já. Eða svona. Já. Og Anna Klásen sem var að sjá þetta, hún kom upp í stúdíó og alltaf eitthvað að sjá til hvort það væri eitthvað sem væri til sem myndi passa inn í sýninguna því hún var alltaf með svona einhverja heildamynd sem og mér langaði ekkert að sýna eitthvað sem ég ætti þannig séð, ég er eiginlega búin að sýna allt eða eitthvað svona, ég vildi frekar gera eitthvað nýtt. Já, þér finnst þetta að vera þá bara endurtekið efni. Já, og líka bara eitthvað, mér langaði bara að gera eitthvað nýtt. Algjörlega. Og hún kemur upp í stúdíó og er eitthvað svona, já, og er eitthvað svona að pæla og eitthvað svona, og segir mér, pælinguna hennar sem eitthvað svona, að því að sýningi var upp í nýja Landsbanka í Hafnartorgi og þá átti þetta að vera eitthvað svona bankastemming og eitthvað. Og það mitt dót er ekkert bankastemming eða því hún var eitthvað að hendi, var eitthvað svona, já, eitthvað svona gala dinner og eitthvað, ég bara, já. Þannig ég eitthvað, já, nei, ég bara býti nýtt. Ég bara geri úr, og fór að gerði svona mína versjón af banka búningi sem basically bara ég tók bara gamla skyrtur sem eru bara svona algjör bank attire finnst mér svona business eitthvað og gerði ný föt út frá því sem svona kannski meira í mínum anda og prjónaði líka og allt úr svona mohair, kashmir, einhverju væpi svona mjúkt og svona lúksus af því að það er alltaf svo mikið lúksus að vera bankastarfsmaður eða svona, eitthvað svona og hún vissi ekkert hvað ég var að gera fyrir en kannski viku fyrir sýningu hún var ekki alltaf að spyrja mig en hún spurði mig kannski einu svona til þess að hvernig gengur ég eitthvað, já bara vel ok enga mynd eða þannig þannig að það var alveg traust þarna og hún mitt og svo kemur mótilega máta og Anna kemur og hún bara ok það er eitthvað í gangi já ég var bara ekki með það var enginn sem gæti máta þetta fyrir ég vildi ekki vera að setja þér eitthvað á myndir bara eitthvað dótið hún flott henni hefur létt þarna já en samt ég meina greinilega traust þarna ég get ekki að senda þér svona flotta myndir já, algjörlega, gera það já. Þetta var mjög skemmtilegt já, þetta var skemmtileg sýning og líka bara gaman að vera þarna nokkur eitthvað já, þið voruð alveg 7 já, 7, 8 og það var svo mismunandi lúkin já, maður sá alveg hver var hvað já, sem er skemmtilegast já, algjörlega en já, það var gaman já
og líka smá gaman að fá svona, þarna var svona smá hvati til þess að byrja að sauma aftur. Já. Það var svona kveikt í þér. Já. Eða ekki? Jú, 100%. Já. Ekki það að ég var, árinu áður hafði ég verið með á innsýni sýningu, sem svona nýútskrifaði fatahönnur að sýna hvað þau gera eftir útskriftir okkar. Og þá var ég svona byrjuð með eitthvað vingil, eða svona eitthvað drög að nýrri línu. Já. Sem komin jafnlangt og hún var þá, kannski aðeins lengra. En við erum svona aðeins pakka saman, eða svona? Já. Farið í dvala? Já. En já, og nú ég bara hægt að gera hana og koma með nýtt. Þetta svona, já. En ég að fara að sauma meira. Já. Nú segi ég það. Spennó. Já. Og svo gerði ég náttúrulega brúðarkjólinn líka. Já. Þú gerði brúðarkjól. Já. Það var svolítið flottur. Já, það var mjög flottur. Og ég held að við megum ekki setja mynd á honum hérna. Er það? Hún búin að posta myndum. Hún búin að posta, þannig að mætti ég. Já. Þetta sem sagt, þetta eru þættir endurnýtingu og svoleiðis sem að verða sýndir á RÚV að ég held í haust. Ég minnir ég hafi heyrt það að þeir verða sýndir núna. Og þar var Berglind fengin sem sagt til þess að prjóna brúðarkjól. Já. Og ótrúlega flottur. Já, takk. Mjög flott í það. Já. Það var sem sagt, hún hafði samband að gera brúðarkjól og henni langar svona pælingin var að brúðkaupið allt eins svona sustainable og hægt eða svona voru allavega að reyna að finna leiðir til þess að vera sjálfbær. Já. Og henni datt í hug að fá sem sagt kjól prjónaðan og sem sagt úr partur af hennum, alls ekki allir, það hefði nú verið vinna, en alveg svaka, en partur af kjólnum og slörinu sem sagt úr ull frá bóndabæ sem frænka Matthíasar frá. Já. Þannig að ég fekk hérna... Þú fékkst alveg bara reiði. Já, og fyrst að þóða, fyrst að kempa, spinna, prjóna, bara allir pakkinn, sko. En fannst það ekki skemmtilegt? Það var mjög gaman. Já. Líka því ég hafði, sko, sem ég svo fyndi, að ég hafði gert þennan prósess nema með satín pólíustuði, en aldrei með ull, allavega ekki í svona magni. Og það var eitthvað svona, ok, ég kann aðferðina, en ullin að fara að hefða sér öðruvísi, því ég náttúrulega þurfti ekki að þóa pólíustuði, svona. Nei. Og niðurstaðan? Hegðar ullin sér öðruvísi? Já. Er það ekki? Jú. Aðeins öðruvísi að vinna með þetta? Já. Kannski auðveld já. Bara öðruvísi. Já. Algjörlega. En mér finnst þetta skemmtilegt og líka þessi tenging við fjölskylduna. Að fá bara reiði af bænum, sko. Einmitt. Sem tengist inn í fjölskylduna. Einmitt. Og mér finnst þetta frábær kjól. Hún var alsæl. Það líka sem skiptir mestu, sko. Þar var ég stressuð. Já. Gera brúðarkjól. Brúðarkjól fyrir stóra daginn, Jesús. Já. Og líka því að hún mátaði hann sko ekki, hann var, hún mátaði hann ekki tilbúinn hjá mér. Já. Hún mátar hann, ég klára hann og hann var ekki tilbúinn til, það var ekki... Nei, það var svona ekki final, ekki loka mátun. Nei. Þannig að hún bara svona, einhvern veginn, ermarnar ekki fastar, hvort að hlýrarnar voru nú, en allavega, það var eitthvað svona fyndin síðasta mátur, af því að svo var ég bara eitthvað vonandi pass, eða hann passaði alveg. Já. En vonandi hann flottur. Já, einmitt. Og hún hringdi mig, eða sendi mig skilabóð bara, hann geggjaður. Frábært. Já. Og þú gerir líka tösku. Já, ég gaf henni tösku. Já. Svona hvíta. Já. Ég
gaf hann smá töskum með. Já. En mér fannst það svona, þá getur hún, af því það var líka sérst með hérna þessu gafni. Já. Og þá var ég svona ok, hún getur notað þessa tösku áfram. Já. Sem svona, þú veist, af því að kannski maður ekki alveg í kjólnum. Nei. Dagstæðlega, hann var svolítið síður. Já, einmitt. Og svolítið crazy. Eða svona. Já. En geggjað. Já. Já. Ég held að þetta sé svona kannski my highlights. Já. So far. Já, og svona, svo hefur ég að vinna í einhverjum minni verkefnum en bara gaman sko. Já, akkurat. Já. En hérna, að því þú ert að tala að þú byrja að sauma og svona. Allt þú endurnýttu. Já. Þú ert bara sjálfbærni alveg, er það ekki? Sem að er bara frábært, skilurðu? Já, ég veit valla, er hægt að kaupa efni á Íslandi? I'm not sure. Já, einmitt. Það er hægt. Já, en þú veist. Já. Já, það er nú ekki mikið úrval hvort þið er. Nei, það er eftir marga búðir. Nei, það eru nokkrar. Örfáar. Já. Þannig ég veit að það eru til. Já. Ég fyrir til þess að kaupa kannski flísilínu eða eitthvað, ef ég þarf. Já. Rennilásar. Rennilásar eða eitthvað svona. Tunna. Já. Ég þarf náttúrulega ekki tunna. Ég hef svo mikið tunna. Ég segi svona. Já. En það er bara spennandi og þá líka sko, ertu þá komið með, þegar þú ert að vinna svona, eins og þú veist, þú ætlar að gera þessa línu, þá ertu komið með svona í hugmynd að hvernig þetta á að vera, hvað þið vantar og þá fyrir að leita að einhverju svona ákveðnu eða kaupir, þú veist, færðu viðar að þér hlutum og svo hvað getur gert úr þessu? Ég held sko bæði og. Já. Ég held að þú veist, það sé náttúrulega alveg kveikja einhver kveikja það sem ég á. Já. Og ég hef svona eins og eitthvað síðkast hefur heldur verið að sanka að mér svona þess að ég hef keypt 2 gardínur sem ég fannst mjög skemmtilegar. Ein var appelsínugul og ein var græn. Sjokki að ég hef keypt það. Einlitt. Bara þú veist, yfir það sem ég á. Já. Nei, þetta var svona skemmtileg munstur. Já. Og jú, þetta voru gardínur, held ég. Og ég var eitthvað svona, já, ég ger eitthvað þessu, eitthvað svona, þetta er fyrir línuna. Já. En ég veit ekki hvort að ég segja það fyrir mig núna. Nei. En það er það bara, þú veist, ég get gert eitthvað ná því, bara eitthvað fyrir mig eða eitthvað. Algjörlega. Ég kannast alveg við þessa hugsun. Já, ég veit. En en eins og með þetta núna, þú veist, ég líka geymi að því að svo greiði ég allar töskur. Já. Ég er búin að geyma rosa mikið ull þar, og svona, afgangi af töskum, þannig að, þú veist, já. Og ég er búin að vera svolítið að sanga mér ull, að því ég sé fyrir mér að þæfa eitthvað, gera eitthvað svona þæft eitthvað. Já, spennum. En svo bara kannski ger ég eitthvað allt annað og það er bara þannig. Já. Ég þarf bara að fara í research process. Já. Af því þú ert komið með svona hugmynd að svona þema sem þú vilt nota og þú ætlar þá núna að fara að lesa þig til og svona, já, þú veist, aðeins. Rannsaka og svo les áður en þú ferð að hanna beint. Já. Já. Hips. Af því að það er stærsti parturinn í rauninni. Já. Finnst mér af svona einhverju góðri línu, sko, af einhverju góðu stöfi. Já. Það er oftast rannsóknin. Að vera með eitthvað stof. Já, einmitt. En sko, ok, þú gerir það, gerir svo línuna og sýnir hana, veit þá almenningur hver, þú veist? Nei, ekkert endilega, sko. En það náttúrulega fer líka eftir, sko, hvernig fólk, þú veist, hvernig ég myndi presentera línuna. Þú veist, það væri hægt að gera það meira einhvern veginn visuált eða fara eitthvað viðtal eða eitthvað. Nei, því ég fór að hugsa þetta eins og þegar þið voru útskrifast og þið gerðu all línur og sýndu þetta hérna í listasafninu og ég kom að einhvern tímann og þá
labbaði þú með mér, þú veist, gekkst með mér, þú veist, og sagði mig frá, og svo voru líka eitthvað á krökkunum voru þarna og þau gott sagt mér hver hugmyndin væri og allt þetta. Og mér fannst það svo gaman að sjá, já, þess vegna er þetta svona. Eins og hérna var ekki Emilía sem að gerði svona allt svona rosalega stórt og mikið, og þá var það því að þegar, þú veist, þegar hún var lítil að þá var hún bara svo lítil inn í föt, eða skilur þau, þá var þetta svona flaksandi og svona. Og mér varst, þú veist, mér var svo gaman að heyra þetta, þú veist, að baksöguna. Já. Af hverju er flíkin svona? Já, mér finnst það mikilvægast að sko. Já. Persónulega. Já. Þegar, þú veist, það er útgangspunkturinn, sko, að hönnuninni. Algjörlega, sko. Þannig að, já. Þú veist, svona kannski meira, þú veist, einhvern veginn að ég veit það ekki. En þú allavega, þegar þú ert búin að gera þína línu, þá kemur aftur í þáttinn og segir mér hvað er. Já. Og þá fáum við að vita alveg, þú veist, pælingun á bakvið hverju flík. Já. Spennandi. Nú ætlum ég bara að fara að gera þetta. Já, er það ekki? Bara núna. Nei, samt til. Svo kannski verður þetta, kannski bara beðileg. Nei. Það er bara spurning hversu langan tíma þetta tekur. Einmitt. En heyrðu Berglind, ég held að við séum bara búnar að svona tala mest af því sem þú hefur verið að gera. Já, og við erum búin að fá að sjá svona þessar skemmtilegu hluti sem þú ert búin að vera að gera. Og búið að vera gaman að fylgjast með þér gera þetta. Já. En takk fyrir að koma, enn og aftur. Takk fyrir að fá mig. Það var skemmtilegt. Þannig að ég segi þetta bara gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.